Komið þið sæl. Í dag hafa verið norðlægar áttir hjá okkur og hér á yfirlitskort af norður Atlantshafi sjáum frekar langt á milli þrýstilínuna enda búið að vera frekar hægur vindur, smá strekkingu með austurströndinni en ef við horfum til morguns það er ekki miklar breytingar í heildina hjá okkur, þessi lægði við Skandinavíu ætlar að halda sig þar, áframhaldandi norðlægar áttir en þó þéttast þrýstilínu þannig að það bætir í vindinn á morgun. Það er áfram éljagangur fyrir norðan og austan og víða bjart annars staðar. Á hitasvæðinu þá erum við áfram í þessu kalda lofti eins og sjá má sem streymir hér úr norðri yfir okkur. Það er ekki fyrir kannski á föstudaginn þar sem að dregur aðeins úr kuldanum en ekkert að ráði í rauninni. Þangað til fram yfir helgi að minnstakosti en hér sjáum við síðan í nótt að það er aðeins að bæta í vindinn, þrýstilínar eru að þéttast, það er áframhaldandi él hér fyrir norðan og austan. Það er útlit fyrir að þetta verði svona 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun og víða bjart hér vestan og sunnanvert landið. Hitatölunar þar eru þetta svona frá frostmarki og niður í 8 stiga frost. Síðan þegar við horfum fram eftir degi á morgun þá við sjáum hérna þess að þéttu þrýstilínur, það bætir í vindum tíma hér undir Vatnajökli annað kvöld en síðan dregur aftur úr vindinum á föstudaginn. Hann verður aðeins norðaustlægari og það er svona framan af degi verður heldur efnis meiri élin hér austan og norðan til, svona heldur en á morgun en áframhaldandi bjartviðri hér sunnan og vestan til. Við sjáum hér að hitatölurnar það er svona búið að draga úr frostinu en það er útlit fyrir að verði svona frostmark á föstudaginn en síðan á laugardaginn þá herðir aftur á frostinu, útlit fyrir mjög bjartan og fallegan dag eiginlega bara allt land og hægur vindur þannig að þetta er tilvali útivistarveður. Við sjáum að það er svona smávegis él hér norðaustan til en það er ekki útlit fyrir að það verði neitt efnismikið en síðan á sunnudaginn þá er þetta svona áframhaldandi þema, það er frekar hægur vindur, það er svona aðeins smá strekkingur hér suðaustan til kannski en éljagangur hér með austurströndinni og víða bjart annars staðar. En ef við skoðum síðan hvernig veðrið er í Skandinavíu þá er einnig kalt þar, hiti og undir frostmarki þar, meira að segja í Danmörku en þar eru veðurfræðingar búast við að verði jafnvel kaldasta nóttin hingað til að þessum vetri að minnstakosti og hér á Bretlandseyjum þar er einnig kalt veður og útlit fyrir 5-6 stiga frost jafnvel í nótt þar. Og það er að snjóa á þó nokkrum stöðum í Skandinavíu, sjáum hér þegar sunnardregur, það er frekar kalt í Evrópu, hlýjast suðaustan til jafnvel upp myndir 18-19 stiga hiti þar en það er rigning eiginlega allstaðar á Íberíuskaganum. En hér í Norður Ameríku þá sjáum við að þessi skil hér, þau eru að yfirgefa landið og þau eru að leiðin út að haf núna á morgun en önnur skil og lægð hér miðbyggið og þessi úrkomubakki ætlar að færa sig hér norðaustur þannig að það er útlit fyrir að verði jafnvel snjókoma víða við vötnin miklu en þegar vestardregur að þá sjáum við að það er einnig skil sem koma þar inn á land með vætu í norðvestur hlutanum, jafnvel snjókomu þegar komið til Kanada en suðvestan til það er þurrt og hiti svona 10 til 15 stig. En hjá okkur á morgun og í rauninni bara næstu daga, það er norðan og norðaustlægar áttir, það er éljagangur fyrir norðan og austan en víða bjart annars staðar og hitin er þetta frostmark og þar undir. Segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.